Já, komið sæl. Það hefur verið dálítið einsleitt og getur sagt þrálátt veðri hjá okkur að undanförnu. Lægðirnar að athafna sig hér langt suður í hafi og vindátt í grunninn austlæg og svona stundum dálítið vindur hér allan að miðsuðurströndinni. Hámarksvindur var að mælast hér 20 stig, það sem meðalvindur með suðurströndinni í dag. Og við sjáum að það er 20 stiga spönn á milli hámarkshitta og lágmarkshitta. Hámarkshittin að mælast til 10 stig undir Eyjafjöllum og svo var kaldast þennan sólarhringinn allan það sem af er í Eyjafjarðarsveitinni í Torfum sem að mældist 10 stiga frost. En öðruleyti eins og áður sagði lítið að gera þó við sjáum að hvernig lægðasúpan er öllin stödd lengra suður í hafi og svona gefa sig kannski minna skemmtilegt veður til að mynda í Frakklandi og Spáni eða Íberíuskaganum. Hér nokkuð eindregin austlæg átt úrkoma fyrst og fremst á Suðausturlandi og Austfjörðum og það er svo sem ekki mikið sem breytir hvað það var til morguns. Áfram verðum við í svipuðu veðri á morgun og hugsanlega fram á föstudag og verðum svona einhver kannski breytileiki í úrkomunni að koma svona aðeins betri ákveðu öðru hvoru þá inn á Suðaustanverðlandið. En það er þó einbreyting svona sem er að sjá í þessu að það er svona heldur að kólna hjá okkur til morguns og því svona kannski ekki eins líklegt að við séum að sjá 10 stigi hita það sem best lætur. Og sjá að það verði svona nokkrum einhverjum gráðum svalara á morgun sem og næstu daga. Á nærsviðinu þá sjá að það er bjart veður norðan og vestan til á landinu. Þetta er svona tiltölulega þurrt loft samt sem áður og helst að sjá að þetta sé bara þétting til fjalla. Allan er það ekki mikil úrkomu að mælast í þessu og litla breytingar í þessu korti, það er svona strekkingsvindur með suðurströndinni, hægari vindur annars staðar. Í stóru myndinni lítið að breytast úrkoman og fyrst og fremst að finna á Suðausturlandi en bjart veður áfram þá í öðrum landshlutum. Og á hitatölum þá sjáum við nú að þetta er nú svona deginum til yfir frostmarki á láglendi, einhverjum örfáar gráðum yfir frostmarki fyrir norðan og svo erum við komin í þetta 6 til svona 8 stig hér sunnan til. Og frá morgundeginum og fram á miðvikudag þá er eins og áður sagði lítið að breytast. Við sjáum svona bakka koma hér inn og auka svona tímabundið í úrkomur þá hér suðaustanlands. Og hér til dæmis þá miðjandag á miðvikudaginn fór maður heldur meira úrkomu í þetta en klukkan 14 á miðvikudaginn bjart veður á vesturhelmingi landsins. Hitatölur eru séð að hafa dalað eins og við sjáum hér, það eru nú svona í flestu tilfellum undir 5 stigum og við erum að tala hér hámarkshitta dagsins og væntanlega þá næturfrost nokkuð víða en hæsta hitan að finna hér allra syðst. Og fram á fimmtudag þá breytast hlutirnir hægt og lítið eins og þessi hreyfimynd ber með sér og þá í hádeginu á fimmtudaga þá sjáum við að þetta er nú svona, það er orðið svona kaldara í þessu, víða frost á norðan til og norðvestan til á landinu en daghiti fer hér einhverjum gráðum yfir núllið sunnan og austan til á landinu og áfram að finna svona slitrótt og úrkom hér á Suðaustur og Austurlandi en svo virðist alltaf bæta að staðins í úrkomu ákveðina þá á föstudaginn allan stundarsakir en allt sem bendir þó til þess að áfram verði austlæg átt jafnvel vel fram í næstu viku. En á nærsviðinu út í Evrópu segjum við að þar sjáum við að það er háþrýstisvæði yfir Skandinavíu og hún heldur velli kalt þar sem og víða í austurhluta álfunnar. Spáin gerir ráð fyrir 12 stiga frosti í Varsjá á morgun. Öllu óstöðugri tíð þegar vestardreigur í álfunni, úrkoma að finna víða og jafnvel þrumuveður eins og til dæmis í Madrid og Spáni á morgun sem og hugsanlega víða í Portugal. Látlaust veður á Kanaríeyjum, hitatölur yfir 20 stigum og sólríkt svona nokkuð víða og svo endum við hér í Norður-Ameríku þar sem er ennþá mjög kalt í norðurríkjum Bandaríkjanna sem og í Kanada, þar sé allan í svona austurhlutanum á þessum svæðum. En við skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.